Háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, tekur að nýju til máls í þessari umræðu. Frú forseti, það eina sem hæstvirtur forsætisráðherra hefur fram að færa hér eru endalausar öfugmælavísur og það órímaðar. Að halda því fram að það sem þessi ríkisstjórn sækist eftir sé samvinna og samstarf allra. Hversu fráleitur getur málflutningur hæstvirts forsætisráðherra orðið? Þessi ríkisstjórn leitar upp í hvert einasta mál sem til þess fallið að kljúfa þjóðina. Og hvernig var þetta hérna í byrjun árs 2009? Þá var gerð tilraun vegna þess að Framsóknarmenn trúðu því að við þær aðstæður sem þá voru ríkjandi og að miklu leyti ríkjandi enn, þá hlytu allir að vinna saman að sameiginlegum markmiðum og augljósum markmiðum. Það myndi ekki skipta máli hver fari með ráðuneyti vegna þess að allir hlytu að hafa nokkuð sameiginlega sín á hlutina. En hver varð raunin? Ríkisstjórnin sveik öll þau loforð sem voru gefin fyrir myndun minnihlutastjórnarinnar. Sveik þau mjög illilega, notaði þann tíma sem hún náði í til þess að undirbúa kosningar og grafa undan öllum öðrum og þetta sama fólk kemur svo hér núna og segir að það sé að kalla eftir samstöðu og samstarfi og spyr hvar eru tillögurnar? Já, það var ekki verið að spyrja út í tillögur Framsóknarmanna þegar þær voru lagðar fram í byrjun árs 2009 eða þær tillögur sem við höfum lagt fram trekk í trekk síðan þá. Ef að ríkisstjórnin hefði svo mikið sem litið á þær tillögur, ég tala nú ekki ef þeim hefði verið hrint að einhverju leyti í framkvæmd, þá væri staða málega hér allt önnur og miklu betri. En það var ekki hægt. Vegna þess að það skipti ekki máli hvað kom fram í tillögunum eða út af hvaða gengu, það skipti eingöngu máli hvaðan þær komu. Og þannig hefur umræða ríkisstjórnarinnar verið þá tillögu sem hér liggur fyrir í dag. Það ekki verið að ræða tillöguna sem slíka, ekki svo mikið. Miklu meira hvaðan tillagan komin. Og það má hafa ýmsar skoðanir á því og menn geta rætt það marga daga fram í tíman. En hér ættum við að einbeita okkur að því að ræða kosti og galla tillöguna sem slíkrar. Og tillagan það að Alþingi lýsi yfir vantrausti á þessa ríkisstjórn svo augljós að það hefði í raun ekki þurft alla þessa umræðu sem við höfum farið í gegnum hér í dag, því að sú umræða búin að eiga sér stað undanfarin 2 ár. Það blasir við öllum sem fylgst hafa með íslenskum stjórnmálum undanfarin 2 ár að þessi ríkisstjórn gjörsamlega vonlaus. Hún komst hér að við erfiðar aðstæður, en að mörgu leyti hafa aðstæður á Íslandi þó verið þess eðlis að hér hefur verið kjörlendi fyrir fjárfestingu. Gjaldmiðillinn var mjög lágt skráður. Það var mikið af hæfu vinnuafli á atvinnuleysisskrá og aðsókn í það að fjárfesta og byggja upp í atvinnulífinu á Íslandi hefur reyndar verið býsna mikil. Það hefur beinlínis þurft að halda fjárfestingu frá og þar hefur ríkisstjórninni heldur betur tekist vel til enda notað til þess öll brögðin í bókinni. Nánast eins og hún hafi fengið ráðgjöf í því hvernig megi halda niðri fjárfestingu á krepputímum. Þessi ríkisstjórn gæti ekki rekið bæjarins bestu pylsur í plús, hvað þá íslenska ríkið. Frú forseti, það er löngu orðið tímabært að þessi ríkisstjórn fari frá. Það er löngu orðið tímabært að rjúfa kyrrstöðuna, stöðva landflóttann frá landinu og snúa dæminu við, því að það væri hægt að gera það svo hratt og svo vel ef að fylgt væri hér stefnu sem hvetur til uppbyggingar í stað þess að innleiða endalausa neikvæða hvata. 2 ár hafa farið til spillis. Við skulum ekki glata næstu 2 árum líka.